Þá erum við komin í loftið á ný og leikurinn hafinn. Skagakonur byrja með boltan. Það mikilvægt, Helga, að fyrir Skagan að fá sigur. Algjörlega, gríðarlega mikilvægt að stígi núna upp og vinni þennan leik. Fáið 3 stig og blandi sér svolítið í baráttuna í deildinni. Nú var þeim spáð mjög góðu gengi og þær byrjuðu vel mótið, en síðan hafa verið erfiðir leikir núna síðustu 5, hafa náð 1 stigi úr síðustu 5 leikjum. Já, einmitt. Ég sá einmitt fyrsta leiki hjá þeim og gríðarlega flottur leikur hjá þeim, þar sem unnu 6-0 á móti Tindastól og unnu svo öðrum leik. Já, einmitt. En þetta hafa verið erfiðir leikir og baráttu leikir sem hafa verið óheppnar að vinna bara ekki, eins og móti HK Víking og Þrótti. Já, góð barátta hjá Fríðu á kantinum. En það mikilvægt að við takið þennan leik í dag. Svona sterkum að myndi halda það væri búið að eggja þær upp í það að mæta Grimmar til leiks og setja pressuna á Víking strax frá upphæfi. Já, ég myndi halda það að myndi setja pressu strax framan á vellinum. Væri mjög mikilvægt fyrir þær einmitt líka að fá mörk í þennan leik. Það verið kannski þeirra stóra vandamál í sumar að skora mörk. Já, þær hafa bara kannski ekki verið að ná að skapa sér nógu mikið af færum og kannski ekki nýta þau döðafæri sem þau fengið. Einmitt. Nógu vel. Þannig að nú bara þurfa stelpunar að stíga upp og hafa trú á sjálfum sér. Þá koma Víkingarnir með innkast hægra í kanti. Fríða vinnur boltan, spilar honum tilbaka, þar Sandra. Hulda losar þetta upp í hornið, þar Fanney á elda en boltinn út fyrir hliðalínu. Þá það Álsararnir að ná ekki að hafa stjórnaboltanum og Halldórum inn á, þannig að nú geta Skagastúlkur farið að sækja. Rut býður sig færan. Rut hefur verið mjög sterk á miðunni fyrir Skagan, mjög góð viðbót við þetta lið. Já, gott að fá svona reynslu mikil leikmann, búin að spila í Pepsi-deildinni undanfarin ár. Þá eru Skagakonur ofalega á völlinn með innkast upp í vinstra horninu. Hér Maren með boltan, kemur honum út. Vel gert hjá Fríðu. Vel gert, en nær ekki. Það fín pressa á Maren, nær ekki að vinna boltan. Álsararnir ná að reynsa ekki langt, Rut skiptir yfir. Þar Veronika í góðri stöðu með nóg pláss. Snýr af sér varnarmann, þá kemur boltinn inn á teig en aftur á Birtu í markinu. Það eru greinlega með efnilegan markmanns og hún var valin í 16 ára liði. Já, ung og efnileg. Já. Töluvert annað en spáð var fyrir mót. Já, Skagastelpum var spáð efsta sætið fyrir mót, sem kannski var svolítið óvænt spá. Já, það ekki bara svona típist liði sem kemur niður úr Pepsi-deildinni? Jú. En þær stóðu sem mjög vel í vetur og voru að spila flottan bolta í vetur, þannig að það hefur örugglega líka spilað inn í. Maður hefur séð það trekki í sumar að þegar þær gefa sér tíma í því að halda boltanum og spila honum milli sín, vel gert. Vel gert hjá Fríðu. Fríða komin í vænlega stöðu, reynir fyrirgjöf. Mörnin tekur það, ná að koma þessu frá. Kemur Fanney og býður að sig, Sandra fær hann aftur og boltinn aftur út fyrir. Og það Rut, hún snýr. Snýr aftur, vel gert hjá Rut. Hún bara fara. Já, vel gert hjá henni, Veronika í góðri stöðu hér.
og tekur skotið í varnamann en Birta í markinu nær honum. Við erum til í að meiri hlutin af leiknum fari fram á þessum vallarhelmingi í fyrri hálfleik allavega. Algjörlega, og það að byrja þetta miklu krafti Skagastefnunar. Kemur útsparki frá Birtu. Það ná ekki valda þessum bolta. Sandra spila hann tilbaka á Huldu. Hún á Anitu. Flott spil. Birta. Spila hann vel. Já. Og þegar það gefa sér tíma í það að þá ná þær yfirleitt að skapa hættu. Það er að missa þolinmæðin og fara í löngusendingarnar, þá eru þær í vandræðum. Anita stingur hérna inn fyrir, frábær sending og Fríða kemur honum fyrir aftur á fjarstöngina. Enginn þar og Víkingarnir ná að bæja þessu frá. Frábær bolti þannig hjá Anitu, inn fyrir vörnina. Fín pressa hérna hjá Veroniku sem hann er að vinna boltan. Það er pressa stíft núna strax í byrjun. Rut út á Huldu. Það er bara skotfæri fyrir hana og hún lætur vaða framhjá. Hulda er hörku skotmaður. Hvað eru mörg á síðan að þú hættir að spila? Heyrðu, ég spilaði núna, hvað ætlaði að vera 2014 síðast? Nú, valla orðin kvöld sko. Nei, það er svona valla, það er alveg. Já, ég er búinn að vera hérna að fá virkilega góða gesti til mín í allt sumar og hérna og meðal annars þær Magneu og Jónínu Víglunds. Já, þetta eru og nokkra sem að tóku fram skóna. Já, einmitt með mér. Einmitt og mér var mikið hugsað til þín þegar ég var að ræða við Magneu sérstaklega þegar hún var með mér að því að hún talaði með að þetta hefði verið ofboðslega skemmtilegt að gera þetta. Já, þetta var. Og ég mátti alveg hafa með allan við að senda þér ekki kveðið bara í beinni útsendingu. Ertu nokkuð búin að tína að taka skónum? Er þetta ekkert sem að þú myndir láta þetta í huga að gera? Jú, auðvitað hef ég hugsað út í það, en hérna, það er bara ofboðslega mikið að gera hjá mér. Já. Og bæði að vinna á Reykjalundi og með 3 lítið börn og svona smá vinna hjá IA og svona sem formaður og þannig að það er nóg að gera hjá mér. Annars væri ég nú örugglega komin út af völlin aftur. Það er aldrei að segja aldrei. Aldrei að segja aldrei, getur alltaf komið skapast aðstæður. Ok, Anita skallar hér frá. Rut kemst. Rut er að spila nokkuð framalega svona í byrjun leiks. Það er ekki bara inni. Yfir og fram, já. Hefur hún ekki verið að spila framleikjandi á miðunni, hún Rut? Rut hefur... Nei, hún hefur verið að spila djúp. Djúpinu á miðunni, mér sýnist Anita að vera núna fyrir aftan. Og Rut og Mari þar fyrir framann. Rut vinnur hennan. Fríða aftur og Rut. Já, Maren er svo vel gert. Og þá er Sandra hérna laus út á kanti. Já, upp í hálfni. Þannig þarna hefði maður viljað sjá boltan bara upp í horn á Marinni. Já, hún var með mjög gott hlaup. Birta með langan fram. Þar er Fanny í baráttunni, nær honum ekki. Er honum núna? Nei. Víkingstelpinn á boltanum. Rennar að sækja hratt en Sandra stoppar þetta. Já, fín barátta í Fríðu, vel gert. Rétt rúma tíminn til einar staðan eða 0-0 en Skagaliðið hefur haft yfirhöndina hingað til án þess að skapa sér kannski opið marktækifæri átt nokkra marktilraunir en hér kemur Fríða fyrirgjöf, góð varnarvinna hana og koma Víkingsstúlkurnar fram.
Já, þær er hann á að halda boltanum núna. Ágætið spilkafli hann hjá Víkingi. Já, þess að vaksa Víkingstelpunar. Kemur Irma með innkast. Það er hann svo aftur. Já, fín barátta í Rut. Vel gert. Það eru fleiri leikir í fyrstu deild kvenna í kvöld. Sindri tekur á móti Tindastóli austur á Höfn. Þar eru nú 6 stiga leikur óhætt að segja. Sama síðan er náttúrulega hér í á Víkingur Augastuð og svo er það Keflavík Þróttur í hörkuleikur í Já, það suður frá. er gaman að sjá úrslit á þeim leik. Það verður örugglega baráttu leikur. Er Keflavík öðru sæti núna? Þróttur er í öðru sæti. Þróttur, já. Keflavík er nokkuð ofalega. Keflavík er í 4. sæti, Fjórða sæti, já. en 4 stigum á eftir Þrótti. Já. Vel gert hjá Birtu þarna, en nú slitnar aðeins í sundur hérna á skaganum. Vantar Rut hann inn á miðuna, hún er eitthvað orðið fyrir njarski. Og er Unnbjörg hérna upp í vinstra horninu, en Birta Já, já. stoppar hana og vinnur innkast. Manni sýnist það í uppspilinu hjá þeim að þá er hún hérna númer 4 Mari Esifúl, svona mikilvægur hlekkur Já, hjá Víkingi. Hérna kemur hún einmitt, kemur boltanum á Fehima hún er svolítið að stjórna spilinu hjá þeim. og hér er það Kolfinna. Ágætiskafli hjá Víkingi, en Skagastúlkur ná að vinna Já, já. boltan. Já. Þessi fyrir aftur Katrínar. Fyrsta snertingin hennar í leiknum eða hvað? Já, ég er ekki frá því það. Hún hefur haft það náðugt svona til að byrja með. Hulda, Fríða með, Já, þetta er vel spilað. Sandra Fanny fer á stað. No pláss. Já, Maren reynir að spila hún hann inn á Fanny. Já. Þetta er fínt spil hjá Skagastálpunum. Vantar bara svona að klára færin. Þetta er herslumunni að ná að herslumuninn, tengja já. fyrirgjafinnar og þessar síðustu sendingu. Það er flott spil upp kantana. Það færi mikið upp hérna vinstra megin. Rut á Marinni. Boltinn átt í loft upp. Rut já. alein. Fínt. Gert, Fanny með pláss. Nei, missir hann frá sér. Já, vel gert hjá Já. Birtu. Þeir hafa ekki lent í teljandi vandræðum enn sem komið er. Það er Hulda og Birta hann í vördinni. Veronika og Sandra hafa haft no pláss til þess að færa sig fram völlin í pakkarástöðunum. Já, akkurat. Það er einnig verið að spila í Pepsi-deildkvenna í dag. Þar KR tekur á móti IBVF, Valur á móti Þór Káa, hörkuleikur þar, Stjarnan á móti Haukum og FH á móti Breiðablik. Og við komum til með að svona gefa stöðu uppfærslur í þeim leikjum. Ég held að sé toppslagur hann hjá Val og Þór Káa. Já, Þór Káa verðist nú alltaf bara að stinga af. Já, En á þeim nótum er nú kannski verið að segja að það eftir 74 mínútur þar eru Valur og Þór Káa, þar er staðan 1-1. 1-1. Þetta er IBVF er yfir á móti KR og Stjarnan er að segja að Hauka 1-0. Í fyrstu deildinni þar er jafnt á Höfn, Sindri 2, Tindastóll 2. Það eru 74 mínútur í liðnar og í Keflavík er staðan líka 0-0 eins og hér. Birta hreins og þetta. Og þetta er að sjálfsögðu, þessi stöðu uppfærslar að sjálfsögðu í boði úrslit.net. Það er síðan sem allir knattspyrnu áhugamenn á Íslandi þurfa að kunna utan að og kíkja á hvernig degi. Sandra fram á Rut.
kemur sendingin upp í hotnið, ná ekki að halda honum í leik. Nú hefur þú reynsla af að spila bæði í fyrstu deild og Já. Pepsi deild. Hversu stórt bil er á milli þessari deilda? Það er svolítið munur að fara úr hérna fyrstildinni yfir í Pepsi en mér finnst Hér kemur Veronika með fínt skot. hörkuskot hjá Veronika en mér finnst fyrstildin hafa verið að styrkjast mikið núna og sérstaklega held ég núna í ár það sem er ekki bara einn riðill eða svoleiðis, já þannig að þá eru sterkari lið. Þetta var oft áður eins og þegar við Magnaða vorum hérna í fyrstildinni að við vorum að vinna mjög stórt leikina. Þá var deildin í 2 riðlum ekki rétt? Jú, ég held að það hafi verið 2 riðla. Svo úrslitakeppni? Hvort það voru 2 riðla hérna á Suður- og Vesturlandinu og svo var 1 fyrir norðan. 1 riðill þar líka, það með minnir. En nú er þetta miklu hérna jafnar leikir og flest liðin í fyrstildin held ég eru með útlendinga nema ég. Já. Er það ekki rétt hjá mér? Ég held að það sé nokkuð nærri lagi. Já, þannig að fyrstildin hefur að styrkjast mikið en það eins og við höfum séð bara á undan nánu þegar ég hefur farið upp að hérna þetta er mjög erfitt að það eru náttúrulega landslískonur í mörgum liðum og hér kemur fyrsta skot Víkinga. Það fer fræja ágætis uppleikur hjá þeim og mendar með skoti sem er víðsfjarri. En það lítur að vera markmið okkar hér á Akranesi að stelpurnar fari í Pepsi-deildina. Já, allavega svona til svona framtíðarsýn. Mér finnst þetta aðdánavert að meðan að verið að byggja upp liðið að það sé bara keyrt á því sem við eigum. Það er bara frábært. Þannig verða þær betri frekar heldur en að vera að fylla í einhverja stöður með útlendingum. Algjörlega og þessar stelpur fá gríðarlega mikla reynslu, þessar ungu stelpur. Hér kemur Fríða harðalöpum nær honum. Tilbaka á Rutt. Henni vantar aðstóð. Sandra býður hana, boltinn inn á teig. Það er Maren Leós í baráttunni, nær ekki til boltans. Fanney, glæsilega gert. Þarna hætti hann við að hagnaði. Það var brotið á Janet Egir. Tóða hressilega í hana. Birta sparkar hér fram. Vel spilað hjá Marinu á kantinn. Veronika, Aldís býður sig upp í hornið. Kemur sending. Svolítið löng. En Aldís nær að halda þessu inn á. Skæðin á boltan. Hér er skipting á Víkingi. Það er leikmann númer 13 sem er að koma inn og það er Freydís Bjarnadóttir. Hér hljóta að vera einhver meiðsli að ræða. Og hver er það sem kemur að velli? Sjáum ekki númerið. Ef ég mann rétt, þá held ég að Freydís sé bara á aldur við mig. Já. Ef ekki eldri. Sko, enn meiri kvartning. Já. Hér er stefnir í tæklingu sem að Já, góð bara þegar Söndru. Endar í broti. Flott barátta.
Þetta var ekki þægilegt en Ólafsvíkingar halda boltanum velli fyrir númer en missa hann 18 aftur Kolfinna Ólafsdóttir og það er innkast sem Víkingur á og inn á hennar stað kemur leikmann númer 13 Freydís Bjarnadóttir. glemdi ég að hlusta á vallaþulinn, hann tilkynnti okkur númerið á leikmannin sem fór að velli. Vel gert hjá Söndru. Skilur boltanum út af. Katrín spilar út, Birta svellköld þarna, kemur boltanum á Veróniku, hún hefur nóg pláss. Maren reynir að finna Aldísi, text, Verónika aftur og hér er Maren og Það er svo fastu bolti. fastu bolti þarna inn á Aldísi Silvu. Rúma 20 mínútur liðnar, ekki mikið opin marktækifæri hingað til en nokkur markskot, vantað örlítið upp á að komast í almennilegt færi. Þetta er hörkubarátta. Það var Kolfinna Ólafsdóttir sem fór út af. Já. Já, vel gert. Já, hann hitt að vinna boltan, missir hann aftur. Þetta vikingslið, svo sem eins og kallalið, er greinilega með varnarleik númer 1. Já. Spila svona skipulaðan aðeins varnarleik og reyna svo að sækja hratt. Það er Mari með sendingu inn á varamanninn. Inn á Freydísi. Já, þá sækja Fanney verður að mæta þessum bolta. Fín bara það hjá þeim. Það er enginn, vantar örlítið meiri hjálp fyrir þá sem er með boltan. Hérna kemur Hulda komast inn í sendingu, fer á stað og það er dæmt á hana að lokum. Mist hann aðeins svo langt frá sér, en það vantaði búð frá öðrum leikmönnum. Algjörlega, það vantar möguleika. Ekki nógu fljótar að fara upp völlum. Þá er möguleiki fyrir Víking að skapa hér hættu föstuleikadriði. Kemur fast langur bolti inn á teig, býtu við, Katrín er að grípa inn í þetta. Þannig að komst Unnbjörg í boltan og flikka ánum áfram inn fyrir Katrín vel að verði. Kemur spilna frá henni. Það er Unnbjörg, hún er hlaupin koll. Það var annað tækifæri. Þessi boltinn er á deginn, Hulda skalla frá. Fehímar er þar. Kemur honum aftur inn á teg, Unnbjörg er fyrir innan og er dæmd rangstæð. Býta aðeins. Nú flaggaði aðstofadómarinn en Býtu nú við. Þetta er eitthvað þetta sér maður ekki á hverjum degi að dómarinn dæmir bara rangstöðuna sjálfur. Alveg til þetta línuvörðu dæmir rangstöðu þar alveg hætta leikmenn í að elda leikmann. Þetta sjáum við að Helena er ekki sátt komin til aðstofar dómarans. Sko í þessu þryggjamannaliði dómarana þá eru verkaskipti og
Við erum hérna með þar möguleika að sjá þetta aftur. Því miður ekki áhorfendur heim í stofu en Fahima nær boltanum. Sko mér það virðist eins og Umbjörg sé rétt stæð en það breytir ekki því að varnarmennirnir allir stoppa þegar það sjá flaggi fara upp og flaggið er ennþá uppi þegar að dómarinn ákveður að dæma markið og ég er ekki hissa þó að Helena sé reið. Nei, alls ekki. Þetta er alveg út í hött. Og það er bara, veit það sjálfa að maður stoppar ef að dómarinn flaggar. Línuverðin flaggar. Já. Helena hóta stúkunni. En þetta verður bara að berja þér áfram. Nú kannski fá þær smá blóðbræði munnin. Leikmann nummer 8, Unnbjörg Jóna Ómarsdóttir sem skoraði mark í góla. Ekki það að sína karakter. Já, ekki það að Unnbjörg kláraði færi mjög vel en maður sá það að Katrín gerði enga tilraun til að verja og vörnin var löngu stopp. Þannig að þetta er svona leiðilegt að sjá. Hvort sem þetta var rétt eða rangt, dómurinn sem slíkur, sem ég held nú reyndar að hafi verið réttur á endanum, en aðstæðuna bara buður hreinlega ekki upp á að þetta væri ásættanlegt. Nú þurfa að sína karakter, stelpunar og stelpunar. Þetta var fínt spil, Panney í með skot. Það eru kannski full sáttar við að reyna þessi langskot, að reyna ekki að sprengja þær aðeins betur upp og komast aftur fyrir varnarlínuna. Við erum með það hraða leikmenn eins og Fríðu og góða spyrnumenn inn á miðunni, þannig að við ættum að geta komið bolta inn fyrir völlina. Og koma Víkingarnir aftur, Fahima fær hann ekki aftur. Nei, vel gert. Þá kemur Fríða inn á miðuna á Rut. Hún nær þessu en missir hann frá sér. Þá kemur Marin á ferðinni. Koma svo. En Birta út úr markinu, vel gert í henni. Þessi stefnir bara beint út af. Það er Umbjörg, næra að halda þessu. Það er Sandra upp í hornið. Og innkast. Fanney aftur á Söndru. Söndra tilbaka á Höldu. Það er mega nú alveg gefa sér bara tíma að halda boltanum. Fínt bolti hjá Höldu yfir og vera á. Veronika stingur hér en vörnin hjá Víkingi hefur þetta. Aldís Ylva í baráttunni fær innkastið. Það má til við skulum bíða með að sjá hvað gerist hér. Kast inn á teginn, það er Rut í baráttunni með góða fyrirgjöf hér Maren. Nær ekki koma krafti í skotið. Birta fyrir undir markmann en Birta næra að verja þetta. Það má til gaman sketa að þessi lið hafa einungis mæst hérna í meistaraflokki kvenna og allir þeir leikir voru 2013 í 2 í fyrstu deildinni og 1 í Lengjubikarnum og það er óvægt að segja að það bara strax að Skaginn hefur alveg klálega vinningin þar. Við minnum unnið alla leikina. Já, og gott betur en það er 11-1, 6-0, 9-2. Þannig að Víkingar eru eins og staðan er núna að brjóta blað í sögunni í vestlenskum fótbolta. Já.
En þetta vonandi, það er hljóta að rífa sig í gang Skagastelpum núna. Já. Það er Anita býr sig undir að taka aukaspyrnu hérna á einu vallarhelmingi rétt við miðlínu. Þessi fer langleiðin inn á vítateig. Þar er Hulda, Rut, Fríða eldir hann út á Anita aftur. Kemur fín fyrirgjöf, Rut ber í baráttunni og Aldi Silva þær verjast þessu. Kemur önnur fyrirgjöf og þar er Rut. Hún nær ekki að koma boltanum fyrir sig. Ágæti svar frá Skagaliðinu. fínir fyrirgjafir báðum köntum. Já, og þessar fyrirgjafir eru að nálgast að ná tengingu. Þetta eru betri fyrirgjafir heldur en í byrjun leiks. Algjörlega. Hér kemur Fahima og núna flaggar hann og sko, hann samþykkir það, dómarinn. Það var Freydís varamaðurinn sem var þarna fyrir innan, en þær eru ekkert hættar. Bolti hjá Veró. Þetta var undarlegt útspark. Já. Út fyrir hliðinu á miðjum eigin vallarhelmingi. Sandra með engastið, Rut býður sig, færa hann aftur á Söndru. Sandra inn á Fanneyju með mann í bakinu hana. Vel gert, en þetta er erfitt. Bolti. Rúmur hálftími liðinn og ekkert bólar á Skagamarki ennþá. Við auglýsum eftir því og þeim. Sjáum að Fahima er líka mikið í boltanum þegar þeir eru að sækja fram á við. Heldur boltana vel. Björg, Fahima, Já, vel gert hjá Huldu. Hulda vinnur þetta og Anita, en þarna er engin. Það með að vera örlítið rólegri á boltanum. Það er svona eins og þeim liggi pínlítið mikið á. Það er nóg eftir. Þú voru að halda boltanum. En hversu erfitt, Helga, er það fyrir lið sem að er í erfiðu gengi, leik eftir leik, að fá ekkert fyrir sinn snú? Hversu mikil áhrif hefur það á spilamennsku liðsins? Það getur haft mjög mikil áhrif og sérstaklega ef að hausinn er ekki alveg í lagi. Skiptir gríðarlega miklu máli hvernig þær eru stemdar og hversu mikla trú þær hafa á þessu. Já. En það er svo núna að fá mark í andlitið. Já, og það er svona kannski ráðglátu dómur eða allavega við erum kannski eftir að sjá þetta aftur endursýnt. Með það sem ég sá, ég bendi nú áraundum á YouTube á það er náttúrulega ekkert mál að spóla tilbaka þar og draga bara sleðan tilbaka. Missið ekkert samband við útsendinguna þó þið gerir það. Þannig að það er hægt að skoða þetta fram á þurr. En við gerðum það hér og það virtist nú vera að sko dómur sem slíkur hafi verið réttur. Já, en varnarlínan hjá Skagaliðinu hætti öll. Katrín gerði enga tilraun til þess að verja, þannig að hvort sem að niðurstaðan var rétt eða röng hjá dómarunum, að þá hefur hún gríðarlega mikil áhrif á. Línu verður mjög mikil áhrif á okkar stelpur. Já. Hér er Rut. Það kemur skot. Þetta var lúmskot, en Birta vel vakandi. Hún er engin aukvís í markinu, það er augljóst. Rut er að halda boltana vel. Já. Vantar bara herslu munnin. Fahima, Hulda snæra skalla þetta frá. Anita, Söndru,
Sandra á Fríðu, aftur á Söndru. Spilaði boltan á milli sem Birta, ber hann upp, út á Veroníku. Hölda út á Söndru, þetta er Unnbjörg nær boltanum af henni, þetta var ekki nógu góð sending. Sandra best, Fríða tekur við, þá kemur Fahima í boltan og það er rangstaða aftur á Freydísi. Það er fínasta veður hérna á Agnarsvellinum. Að venju? Að venju, hvet fólk til að mæta á völlin. Ekki spurning. Þau eru svo sannarlega á öllum þeim stuðningi og hægt er að fá. Já, við erum auðvitað voða glaðir ef einhverjir horfa á okkur hérna, hvort sem er skagamenn eða aðrir, en að sjálfsögðu hvetjum við alla þá sem að komast að heiman að drífa sig á völlin, hvort sem er til þess að sjá strákan eða stelpunar, þau eiga öll okkar stuðning skilin og þetta á að skipta okkur öll jafn miklu máli, hvort sem þetta eru kallarnir eða konurnar. Algjörlega. Talningum þeirra blæsa mótið, þá er voða gott að vita af. Þá þarf maður enn meira á stuðningum að halda. Algjörlega. Freydís missir að góð pressa hjá Huldu. Já, það er nógu tími þarna fyrir Söndru. Þá kemur sendingin fram á Fanneyju, erfið, en Birta kemst í boltan, Sandra upp í hornið, reynir þarna. En þá svo lítið bráðar. Það eru konar lokatölur austur á Höfn, þar sem að heimakonur í Sindra hafa náð að skora sigurmark í uppbóta tíma úr vítaspyrnu og unnu þar Tindastól 3-2. Það eru hörkuleikur. Reynt út sagt, það ætlar að ganga illa hjá Tindastóli að ná sér í sín fyrstu stig. Það er bara fínt fyrir Skagan að þetta fara jafntefli. Algjörlega. En þetta hleypir Sindra upp í fjórðasætið, upp fyrir Keflavík. Hvernig er staðan í þeim leik? Keflavík Þrótt? Keflavík Þróttur, það er staðan ennþá 0-0. Og í Pepsi-deild kvenna þar sigraði IBVF KR á útivelli 2-0 og Valur og Þór K gerðu jafntefli 1-1. Svo er Stjarnan að vinna Hauka núna 2-0 og Breiðablik að vinna FH 1-0 í Hafnarfirði. Þannig að það er fullt að gerast. Hver skoraði fyrir Stjörnuna? Það er nú hægt að sjá það. Harpa Þorsteinsdóttir, bæði. Hún ætlar að koma sér í landsliðið, held ég. Við sem var að spila í byrjunliði, þannig að það er gaman að heyra. Mjög gaman að heyra og sjá að hún er komin á stað á fullu. Hreint út sagt ótrúlegt að hún sé komin á þann stað. Haldi Silva kemur hérna upp í hornið, vinnur innkast. Það er verið að staðrána í að ætla að reyna að jafna þetta fyrir hlé. Það væri gríðarlega mikilvægt að skora eitt mark fyrir hlé. Langt innkast inn á Rut. Hún er með varnarmann í bakjunni, snýr hann af sér og hér er Fanney í dauðafæri og skýtur yfir. Þurfti að teygja sig lítið í hann hana, en frábælega gert hjá Rut. Vel gert hjá Rut, virkilega vel gert. Hún reyndi skot úr þröngu færi, það er alveg spurning hvort hún hefði betur reynt honum fyrir markið. En hættulegt færi fengum við. Klálega besta færið í leiknum.
svona færi þurfum við að nýta. Hulda Svellköld þarna, Sandra. Erfið bolti á Sandru. Já. Ennir Fahima mikið í boltanum og kemur langur bolti fram. Hulda skallar það frá og Anita fleitir því áfram. Það Maren og Aldi Silva setur á alveg á fullt núna, kemur með krossin full snemma. Boltin enda hjá Birtu í markinu. Nú 2 mínútur fram að hálfleik. Helga, með hverju býstu að Helena og Anita hvað ræða þeirra við skagaliðið í hálfleik? Þær eiga eftir að það er náttúrulega lítið hægt að gera við þessu marki en hérna en þær þurfa svolítið að vera sterkar fyrir framan markið og klára betur færin. Það er búin að fá núna allavega 2 svona dauðafæri og og það er spurning hvort að við eigum eftir að sjá Bryndísi eða Heiðrúnu koma inn í hálfleik. Það er ekki ólíklegt. Það eru sterkir leikmenn báða tvær með mikla reynslu. Þannig að Sandra fær press á sig. Já. Erfitt spil hjá þeim núna. Býtur nú við. Villust tekið kannski. Villust tekið, já. Þá Ía sem á innkast. Tekur Sandra. Fríða tilbaka á Huldu. Hún yfir á Birtu. Áfram yfir á Veroniku. Fær nópláss. Reynir sendingun inn á Marinni aðeins og lágt. Gæti nú bætt einhverju litlu við, það voru smá tafir í kringum markið þar sem mann þurfti að ræða við leikmenn og þjálfara skagaliðsins. Þegar maður sér það leið og þær halda boltanum niður og spila á milli sín og eru rólegar á boltana þá eru þær að spila flottan bolta og þær eru kannski fljótar að senda úrslita sendinguna. Það er eflaust eitthvað sem að þær koma til með að ræða við sitt lið í hálfleik. Það kemur Unnbjörg, Anita stoppar það. Birta fram á Rut. Rut er komin svona hálfpartinn upp á topp. Ég sýnist Fanni vera komin út á kant. Já. Og Fríðin á miðjuna. Þetta nú. Þá kemur fyrirgjöf, Katrín, grípur hana auðvitað. Og þá er flauta til hálfleiks. Staðan hér á Akranesvelli 0-1 fyrir Víking Ólafsvík í svona það er jafnræði í þessu, markið umdeilanlegt en skagalið hefur skapað sér einhver færi en ekki náð að nýta. Við komum aftur með þessa útsendingu eftir cirka 15 mínútur. Ég veist að tæknimaðurinn minn hefur eitthvað skemmtilegt fram að færa í hálfleik en við IATV og Síman og við komum aftur með seinni hálfleikin eftir cirka 15 mínútur. Tók ég við. Akurnesingar bjóða alla landsmenn hjartanlega velkomna á lopapeysuna á írskum dögum laugardaginn 1. júlí. Upphitun hefst með brekkusöng Club 71 við Akranesvöll og strax á honum loknum hefst hátíðin á 2 sviðum við Akraneshöfn og þar koma fram Dimma, Jónas Sig og Ritvélarnar, Páll Óskar, MC Gauti, Síðanskein Sól og fleiri. Miðasala á miður.
Ég stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu náttúrulega stórkostlegt. Ég algjörlega viss það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eftir að ná í toppbaráttuna. Ég hef engan sérstakan áhuga á fótbolta. Þannig lagað, ég var reyndar alltaf í fótbolta sjálfur þegar ég átti heima á Akranesi þegar ég var lítill. En ég var ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig, ég var bara eitt uppáhaldsfótboltalið. Það er eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna, það er IA að sjálfsögðu. Og ég hafi aldrei farið oftar á völlinn en fyrir svona rúmum 20 árum þegar Skagamenn féllu og þeir komu svo upp aftur. Arnar og Bjarki og Sturri og Pálmi og allir þeir, allt það lið. Það var algjörlega frábært. Ég man þegar að Dóra Gylfa skoraði mark í bikarleika múti Keflavík og það braust út svo ótrúlegu fagnaður að hún breiddi út löngu hendurnar sínar og náði bara að faðma allt liðið í einu og ég fæ eiginlega bara ennþá gæsahúð þegar ég hugsa það. Ég gleymi aldrei hvar ég var þegar IA vann Feyenoord á Laugardalsvellinum. Það sati með Lúlla félaga mínum sem vinnur í sementinu, sátu hlið við hlið og svo skorar Óli Þórðar og ég stend upp, fagna, tek utan um Lúlla og faðma hann og tek svo eftir í það að foss blæður úr eyranu á honum. Fatt að ég var með eyrnalokkin hans utan um puttan á mér, reif úr honum eyrnalokkin og hann var allur í blóði. Og Metcott reynir að trufla setning fyrir markið og þar kemur skallið og góður! Markið hjá henni Ingunni alveg ógleymanlegt sem maður sá fyrir 2-3 árum. Mér fannst alltaf einstakt að fá að hlaupa inn á þennan völl sem hefur verið mér svo kær alla tíð. Þar opnar draumahöllin. Já, ég lögum snemma af stað frá Akranesi, kynnum fjörðinn og stoppum aðeins í Ártúnshöfða og fengum okkur pulsu og kók og mikið spáð og spekulerað varðandi leikinn eins og var gert vanalega og síðan fór á Laugardalsvöllinn og það byrjaði ballið, mikil stemming. Þetta var 9 marka leikur. Teitur með 2, Jón Gull með 2 og Matti Hallgríms með 2. Árni og Jón Gull með glæsileg mörk, 6-3. Man mörg eftirminnileg tímabil í knattspyrnusögu Akranesi og sérstaklega mér kannski minnistæðast tímabilið 90-2000 og þá sérstaklega leikurinn 96 IA KR sem við unnum glæsilega 4-1. Svo ég eina uppáhaldsminningu frá því eldgamla dag þegar ég var bara lítill strákur átti ábyggilega heima á Garðabrautinni. En Jón Þorbjörnsson sem var markmaður Skagamanna þá, hann skoraði yfir völlinn úr markspyrnu. Það er eitthvað sem maður gleymir aldrei. Þegar meistaraflokkur kvenna var endurvakin hérna fyrir nokkrum árum síðan þá fylltist maður þessari tilfinningu að þetta á bara að vera svona. Það á náttúrulega að vera topplið í kvenna- og karlaflokki á Akranesi og það er bara ekkert annað í boði. Ég flutti á Skagann 2001 og var í Vestmannaeyjum þegar Siggi Sigursteins tryggði IA Íslandsmeistaratitilinn. Síðan þá er bara ekkert aftur snúið, það er bara IA all the way. Markið sem Garðar skoraði á móti KR. Það var æði. Það var æði.
Ef maður ganga á þessum vegi Lífsins dagur þín Ef maður ganga á þessum vegi Lífsins dagur þín Við erum Ía. Við erum Ía. Við erum Ía. Það eldhugur í okkur. Við erum Ía. Við erum Ía, öll sömul. Við erum Ía. Við erum Ía. Við erum Ía. Við erum Ía. Og gleymum aldrei, við erum Ía. Akurnesingar bjóða alla landsmenn hjartanlega velkomna á lopapeysuna á írskum dögum laugardaginn 1. júlí. Upphitun hefst með Brekkusöng Club 71 við Akranesvöll og strax á honum loknum hefst hátíðin á 2 sviðum við Akraneshöfn og þar koma fram Dimma, Jónas Sig og ritvélarnar, Páll Óskar, MC Gauti, Síðanskein Sól og fleiri. Miðasala á miði.is, Eymundsson Akranesi og Jack and Jones Kringlunni. Víking og Eimskip eru vinir lopapeysunar 2017. Jæja, þá erum við komin aftur hjá IATV í samstarfi við Omnis og Símann á Norðurálsvöll á Akranesi þar sem að staðan er 1-0 fyrir gestina á Ólafsvík. Víkingur 1-0 yfir. Nú verður spennandi að sjá hvernig liðin koma undan hálfleiknum eftir samtal við þjálfara. Við vonumst til þess að Skagastúlkur komi grimmar yttirleiks og kannski örlítið yfirvegaðari. Já, það er hljóta að koma dýrvitlausar inn í hálfleikinn og það er mega alveg vera rólegra á boltan og spilarum. Eins og sást í fyrri hálfleika þá geta að spila flottan bolta að halda niðri. Það er nú áhugaverð staðreynd að í sumar þá hafa Víkingstúlkur náð í öll sín 4 stig á útivelli. Já, það. Já. Gott ef að það var ekki sigur á Sauðárkróki gegn Tindastóli 1-0 ef ég man rétt og síðan jafntefli á móti var það Sindra.
Nei, á móti Hömrunum úti 0-0. Já. Heimaleikjunum hafa þær tapað. Fín pressa með Marinni. Hér eru þær yfir. Engar breytingar að sjá á liðinu hjá Skagastúlkum. Aðeins búið að breyta liðsstillinginu eins og hún Helena gerði rétt fyrir hálfleik. Rut er komin fram og Fanny á kantinn. Og þá Fríða inn á miðjuna. Tegin, það er Anita sem tekur þessa aukaspyrnu. Þessi bolti er innanlega, Maren í baráttunni, nær honum, kemur honum aftur fyrir sig, þar er Veronika, skallar hann áfram, Unnbjörg er þar, mikil barátta, en Víkingar ná að koma þessu frá, þar er Fahima, en Sandra pressar á hana og Birta klár. Aldrei sem einu á kantinu. Þetta er vel gert. Aldi Silva setur núna í flugir. Maren. Og það var það verið Maren hann sem dæmt brotlega fyrir brot á Marjósk Heimisdóttur. Á hálfloftabolti núna. Fríða er komin hérna inn á miðjunni mitt líka. Birta setur hennar út fyrir. Anita sterk hérna, vel gert. Vinnuboltan. Það er Rödd, vel gert hjá henni. Maren nær valdaboltanum, aftur á Aldi Silvu sem fer á stað, aftur inn á Maren, vel gert. Hún stingur inn á Rödd sem er þar 1-1. En fín varnarvinna hérna hjá Janet. Það er pressa hátt á vellinu núna, Skagastúlkur. Já, vel gert hjá Huldu. Hulda er nú komin, ég ætlum að sé búin að skipta hérna stöðu við Anitu. Anita komin í miðvörðin. Sem að Huldu leiðist það ekki. Nei. Hún vill vera í boltanum. Vel gert hjá Fríðu. Sandra býður sig hérna hinum meginn, fær hann. Já, vel gert. Komið fram hjá Unnbjörgu. Boltinn inn á teig, en enn og aftur eru þeir kannski of snöggar að leita að einhverju úrslita. Ekki viss hvort þetta var skot eða sending. Fín pressa hjá Veró. Nei, á Marinni nær ekki valdi á boltanum. Fín barátta hjá Huldu sem vinnur hann tilbaka. Þannig kemst hann áleiðis. Þá kemur fyrirgjöf, fer að varnarmanni. Rutt er í boltanum, kemur hún fyrir og Janet setur hann í hotn. Fyrsta hotspillna skal manna í seinni hálfleika allavega. Það er Maren sem tekur hana. Unnbjörg vinnur mikið að skallaböldu þó ekki síðan há í loftinu. Maren fær hann aftur fyrir í fyrsta. Þar skallaðir frá en Hulda vinnur þennan.
á Anita. Nú þær margar frammi. Maren þarna á fjærstönginni en Birta velvakandi í markinu. Aðeins svo langur bolti hjá Anitu. Já, vel gert hjá Huldu. Já. Það var bara skjóta. Herðu, hún finnir Fanney með sendinguna fyrir. Þar Rut á fjærstönginni og Rut skorar. Já, vel gert. Fínt spil hjá stelpunum. Þórðar Þórðardóttir, þarna var einmitt, við vorum að spá í, skildi hún skjóta Hulda, en þarna fann hún Fanney út á vinstri kantinum með frábæra fyrirgjöf og Rut virkilega grimm að fylgja eftir eigin skalla þarna. Vel gert hjá Rut að klára þetta. Og hún jafnar 1-1, þetta er frábær byrjun. Já. Seinni hálfleik. Nú verður gaman að sjá hversu mikið þeim létt við að fá þetta mark. Það hljóta að eflast mikið við þetta mark. Markið á 52. mínútu. Það sjáum við nú að Hulda komin þá aftur. En það var skipt bara augnablik. Það Stöllur, hún og Anita. Það hafa svolítið verið að skipta stöður. Aðeins Það var leikmaður númer 32, Rut Þórðardóttir sem skoraði. Já, vel gert hjá Rut, heldur boltanum vel. Þarna Maren að sleppa í gegn. Fær stuðning, Veronika á fjærstönginni og reynir að finna Fríðu en að mistekst ekki. Að mistekst þetta? Mistist ekki. Anita grípur inn í hérna. Nú allt annað að sjá skalið. Það svona allt annað bragur á þeim. Mikill svona sóknarvilji hjá þeim. Veronika stöðuð þarna og innkast. Fít kabli á skaganum hérna í byrjun seinni hálfleiks. Hér Rut aftur læður honum hérna inn á Marinni. Frábær fínt spil hjá stelpunum. Hulda kemur inn í bóksið, hún sterk í loftinu. Þarna var Irma númer 3 hjá Víkingi vel vakandi og bjargaði þarna marki, myndi ég segja. Maren var með það að fara að skjóta á markið. Algjörlega. Kemur, það Fanney sem tekur þetta hot. Það langur boltið, þar Rut að vinna og Maren og frábær markvarsla hjá Birtu í markinu. Ótrúlega markvarsla. Enn og aftur Rut að minna á sig. Hún búin að eiga virkilega fínan leik. Hver var það sem skallaði á markið? Það var hún Maren. Maren, já. En stórkostleg markvarsla hjá Birtu. Og aftur hér var Anita og Birta. Grípur þennan. Nei, heyrðu. Hljóp og dómar á það ekki. En ekki dæmt. Nei. Þannig að ætti náttúrulega dómar að láta hann falla til hennar. Já, þetta allt þarf að vera rétt. Pressa á Anita þarna, Hulda sterk. Það allt annað að sjá stelpuna núna. Mikill kraftur í þeim. Nú bara einmitt að láta knéfylgja kviði sko. Og halda áfram að pressa á þær, en Víkingarnir eitthvað að reyna að koma sér inn í þetta á ný. Maren sendingu út á Fanney. Fanney snýr, vel gert hjá henni, kemur hún fram á Marinni og hún aftur á Fanney. Þetta þröng, Fanney nær að komast í gegn. Veronika inn á Maren, glæsilega gert. Manneskjur inn á teig, Aldís Ylva og það bjargað á marklínu
það er Janet sem hann að skóplónum hann af línunni. Þetta er ekki búið. Jú, þetta er búið núna. Virkilega flott sókn hjá stelpunum. Átti Aldís Ylva skot sem að Birta varði, náði ekki að halda og Janet var hérna vel vakandi í vörninni og náði að hreinsa þetta af línunni. En dæmdi aukaspyrna á hættulegum stað sem að Ía fær hér. Það er Veró sem að taka hann eða Fanny. Og það eru Veronika og Fanny sem að stilla sér upp. Þetta er klárlega skotfæri. Sýnist að vera Veronika sem ætlar að láta vaða. Gerir það beint í vegginn og þá kemur Fanny og Ruth. Og Ruth skorar annað mark hér, frábærlega gert og núna sér maður léttin hjá þeim. Já, og maður sér núna leikleðina hjá stelpunum, þetta er ekki léttir hjá þeim. Algjörlega, þetta var aukaspyrnan beint í vegginn en þær pressuðu, boltinn bara snild, annað mark hennar í leiknum. Flottur leikur hjá Ruth. Og 2-1 fyrir Skagan, þetta er virkilega hressandi. Vonandi bætir hún bara fleiri mörkum við. Það er pressa hátt á þær. Já. Það var leikmann nummer 16 frábær pressa sem skoraði mark Skagastúlkna. Maren vel gert, Aldís vinna boltan hátt á vellinum, þetta er brot en það er Ruth er að komast í gegn. Þetta finnst manni alltaf pínu glærulegt en Birta hugrökk hana og hafði betur náða að grípa þetta. Þá koma Víkingarnir en Björg Hulda er með þetta, ætlar að fylgja honum út fyrir. Vel gert hjá Huldu. Já. Það fari ekki fram hjá henni þarna. Nei. Virkilega góð byrjun á síðari hálfleik hjá Ía-liðinu. Ná að skora hérna 2 mörk á fyrstu 10 mínútum hálfleiksins og snúa taflinu algjörlega sér í vil. Og nú verður maður svolítið heimtufrökkur, nú vil maður bara sjá fleiri. Já, maður verður gráður. Já, þarna er Birta að leika sér að eldinum. Vahíma var að setja press á hana þarna og Hulda að verða að halda einbyttingu í öllum stöðum. Þá kemur Sandra, stingur honum þarna, ekki langt. En það er ná að vinna boltan aftur, það er miklu meiri grimmd. Öll ná í og fínt spil. Sandra reynir stungu sendingu hérna upp í hornið. Núna virðast þær einmitt hafa svona bara eitthvað, gefa sjálfur sér bara frelsi til þess að spila boltanum. Minni pressa á þeim. Það er að halda boltanum betur, láta hann ganga, hratt á milli. Mjög fínt spil.
kemur Sandra inn á Maren, aftur út á Söndru. Já, nú liggur þeim ekkert á og það er unun að horfa á þetta hjá þeim. Hulda með skrýtna sendingu. Og kemur Mary. Hulda er þar og rekur hann tilbaka. Já, vel unni hjá stelpunum. Hildi Silva. Erfið bolti. Það er þessi bolta sem að liggur ekki svona á. Það var náttúrulega að skapa stór hættu með því að spila upp í hornin aftur fyrir vörnina og þannig hafa þessar fyrirgjafir skilað mun meiri hættu. Þá koma Víkingar, Fahima og þarna er dæmdur ástæða réttilega. Já, leikmann númer 2 Birgittur Sól. Já, vel gert fyrir auð. Haldi sína aðeins og lengi þarna. Þá kemur Unnbjörg á ferðinni. Já. En Anita stoppar það. Vel. Og Fanney farin á stað. Og Veronika kemur utan á. Já, vinnan aftur. Fanney stoppar ekkert. Fín pressa hjá Fríðu og Skæin nær að stoppa þetta en Víkingarnir ná boltanum aftur. Það er mikið baráttu í þessu núna. Veró og hann Anítu. Róar þetta niður. Leifir Katrín að fá smá snertingu. Erfið bolti hjá Hildu. Rut setur pressan Janet og hún reynsar fram, finnur enda Fahimu. Ekkert kæruleysi núna, hérna takk. Hulda reynsar þetta upp. Og þá kemur Veronika með, þær eru aftur að detta í svona þessar ótímabæru sendingar. Þetta er kunst. Þá kemur skipting hjá Víkingi. Inn á kemur leikmaður númer 14. Erika Rún Heiðarsdóttir og Fáum ekki sjá aftan á hana. Nei. Hún kemur inn í vörnina. Fanney reynir að koma nú hérna yfir á Fríðu, tekst ekki. Birta hérna einn, aftur á Katrínu. Víkingur gerði breytingu. Ég sá ekki hvaða leikmaður kom út af, en inn á kom leikmaður nr. 14. Erika Rún. Fanney mest frábært hlaup hérna hjá Rut komin upp í hornið. En Janet pressar á hana og Birta enda með þennan. Mikilvægt að taka boltan á hann og skoppar. Veronika, þetta er frábært spil. Fanney núna með góða stöðu en fyrirgjöfin misheppnast og Birta grípur það auðvitað og vinnalega. Náðu ekki að snúa hann út þarna. Hulda komin aftur inn á miðjuna. Já, það er víxlað svona eitthvað. Greinilega fín samskipti þeirra á milli. Þannig Hulda vann boltan og var að hlaupa fram og þá karkaði bara Anita á hana, ég verði eftir. Fanney með langskot og glæsimark! Vel gert. Og sá að markmaðurinn var framalega. Bergdís Fanney Einarsdóttir með bara eitt þóttmark hérna á Norðurálsvelli. Það er bara, hún sá að Birta var mjög framalega í markinu og bara lét vaða og þandi nýtt með skona. Þetta var glæsilega gert. Þetta var frábærlega gert hjá henni.
virkilega flott mark. Þetta flott. 3-1. Fínt að fá mörk úr nokkurum áttum, að leyfa þeim að finna bragðið af þessu. Akkurat. Upp á framhaldið. Og nú er hætt við því að Víkingsliðið brotni pínlítið niður við þetta, en við skulum ekki svo sem útilokaðar en þá. En eins og Skagalið er að spila þá hérna. Birta vinna þennan bolta. Fín vörn. Já, vel gert hjá leysa þetta mjög vel. Og eru farnar að spila sinn rétta bolta. Það er gaman að segja frá því að hún Freydís, númer 13 sem kom inn sem varamæður í fyrri hálfleik, er nú tengd okkur hérna á Skaganum. Hennar unnusti og til margra ára á eina 11 leiki fyrir IA-liðið. Hermann Geir, við hérna sendum honum bestu kveður ef hann er að horfa. Það er búið að draga úr hattrættinu og nafni sem kom var Sibba og hún var bæði öskju frá móta. Frábært spilt. Valdi Silva, nú vantar að koma hlaup í teginn, fín sending, Fanney í færi. En það er varið. Flott spil hjá þeim. Einfaldi þrýningur út á kanti, bara aldrei svo Auðunsjó. Og símanúmer hennar Sibbu er 897-6252. Takk fyrir. Þar erum við það við, hvetjum ykkur til þess að ringi hennar Sibbu okkar hérna. Já, fín pressa hjá Skagakonum. Það er fínt að geta sett númerið upp á skjá, en að leiknum. ...67 mínútur liðnar, þarna er mikil barátta, Rut brotið á henni og Skaginn fær aukaspyrnu á hættulegum stað. Þær eru búin að sýna það að þessi förstu leikadriði þarna, þær eru hættulegar í þeim. Rut sterk í loftinu eins og með Huldu og Marinni, þær eru hávaxnar, Veronika. Kemur boltinn frá Anitu, fín spyrna, Unnbjörg í og vel gert. Maren Leósdóttir dæmd rangstæð réttilega að mér sýnist. En vel gert enga síður. Jæja, þá var eitt mark dæmt af vegna rangstöðu allavega. Yes. Mér sýndist þetta að vera hárrétt hjá honum. Marin var þarna fyrir innan en kláraði enga sér mjög vel. Það er vel gert hjá Birti, sendir hann yfir á Huldu. Það eru tíðindi úr Keflavík þar sem að heima konur taka á móti Þrótti frá Reykjavík. Þar er Þróttur komin í 1-0 og það er að sjálfsögðu Mikaela Mansfield sem að skoraði það mark. Búin að vera mjög sterk fyrir þær í sumar. En hér koma Olsarar og það er rangstæða. 0-1 Þróttur á að setja pressu á HK Víking áfram. Og Stjarnan er komin í 4-0 gegn Haukum. En Harpa er ekki búin að skora fleiri en 2. Ekki fleiri en 2, ég held hún er í afmæli í dag, þannig að það er gaman fyrir hana. En hún er ennþá inn á vellinum, þannig að það er ekki öll nótt úti ennþá. Nei. Og Blikarnir halda sínu forskoti gegn FH í kriganum. Já, fín pressa hjá Anitu. Valdi Silva tilbaka á Birtu.
Þetta er að leysa þetta einn. Fahima nær að grípa inn í þetta, las þetta vel. Og hér er aftur dæmd rangstaða. Víkingur Ólafsvík lenti í miklu áfalli núna í maí, var það ekki maí sem hún greinist algjörlega. Með krabbamein, líkileikmaður í liðinu þeirra, Já. og Samíra. Sendum henni sjálfsögðu baráttu kveður frá okkur hér á Akranesi og vonum að þar gangi allt sem best. Þetta blóðtaka fyrir liðið en lífið er meira en fótbolti og það sem skiptir máli er að ná heilsu. Vonum að þetta gangi allt vel hjá henni. Þá kemur Anita með aukaspyrnu inn á teginn og þær ná að skalla þetta frá. Hér er Hulda. Þá koma Víkingar og Birta sennilega, þetta er einn brotleg fór hérna af hörku í leikmann. Það var Fahima sem að fekk að kenna á henni þarna. Þær eru ekkert hættar. Það er Freydís sem tekur spyrnuna. Og Katrín í smá vandræðum nær að reynsa þetta svo frá aftur og það er hotspyrna dæmd. Kemur hotspyrnan, Katrín í smá vandræðum, þarna er brotið á henni og það er dæmt. Flyttir þess áfram, Maren eldir, Janet tilbaka á Birtu, Maren pressar, fínt en leysir þetta vel. Kemur boltanum á Janet og þá koma þær hérna upp vinstra megin, boltinn út fyrir. Aldrei sér óöppin hérna, fekk hann á kinnina í snúninum. Veronika vinnur þennan skallabolta, Anita dundrar þessu fram, Janet vinnur boltan. Vel tekið niður hérna. Kemur skipting yfir. Sandra vakandi og skallar þetta frá. Fanney, hún er ótrúlega sterk. En þarna vantar aðstoð. Það er fín pressa hjá Fríðu. Það er að reyna að pressa á okkar konur hérna, víkingarnir. Það er ætla ekki að leggja upp laupana hérna. Nei, það gefast ekki upp. Það er alveg korter eftir. Nægu tíma eftir og vonandi bæta okkar konur fleiri mörkum. Halda áfram að spila sama krafti og þá ætti það skila sér fleiri mörkum, en það er hérna það er alltaf hættan að gleyma sér í því að fara of gist fram á við. Vel gert hérna, Janet kominn framar á völlinn. Vel gert hjá Veroniku, stoppar hérna fyrir gjöf.
Langt innkast, það er Fahima, reynir að snúa, vinnur hornspyrnu, önnur hornspyrnan á stuttum tíma. Veronika pressar, það er taka þetta langt, það er Fahima sem að kemur þessi inn á teginn. Inn á markteg, það er Veronika að skalla frá á næstunginni, boltinn inn á taug. Katrín virtist verið að misreikna boltan hann aðeins, það er aðeins verið að blása á markið hjá henni. Kemur spyrnan fram, það er Janet, kemur langur hárbolti. Fríða skalla þennan. Rut já, út vel af Veru gert hjá og voru að Rut. passa rangstöðuna, já, Veronika fer sjálf, skynsamlega gert, reynir að leiða hann inn á Maren. Það er stoppað. Mér sýnist Bryndís fyrir að koma inn á. Já. Er að gera sig klára. Þá kemur þriðja skiptingin hjá Víkingi. Þar er að koma inn á leikmaður númer 5, Regína Sigurjónsdóttir, og það er leikmaður númer 2 sem fær að víkja, Birgitta Sól Vilbjörnsdóttir. Það verður gaman að sjá hver fær að víkja hjá skagaliðinu fyrir Bryndísi sem að er núna annan leikinn í röð á triðverkinu. Já. Birgitta Sól Vilbjörnsdóttir. Mér sýnist Heiðrún líka verið að gera sig klára. Regína Sigurjónsdóttir. Ætla að gera tvöfalda skiptingu, sýnist mér. Hulda fylgir þessu bara út fyrir. Vel gert hjá henni. Það er að skýla boltanum vel. Ekki fyrsta skipti í leiknum. Þá kemur skiptingin hjá Skagamönnum. Það er að koma báðar inn á núna Bryndís Rún Þórólfsdóttir og Heiðrún Sara Guðmundsdóttir í staðinn fyrir Aldís Silvu Heimisdóttur og er það Sandra? Nei, það er Fríða. Fríða Haldursdóttir. Það er koma þá væntanlega bara inn á kant og miðju. Og gerðu Skagastúlkur tvöfalda breytingu af velli fóru númer 11 Fríða Halldórsdóttir og númer 24 Aldís Silva Heimisdóttir og inn á í þeirra stað kom númer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir og númer 17 Heiðrún Sara Guðmundsdóttir. Það er ennþá pressa frá Víkingum. Kemur Freydís með innkastið. Það er Janet í baráttunni og vinnur enn á hotspyrnuna. Þetta er Það er þriðja hotspyrnan á stuttum tíma hjá Víking Ólafsvík núna. hár bolti á fjárstöngina. Já, Rut skallar hann aftur fyrir. Önnur hotspyrna frá hægri að þessu sinni. Það er Freydís sem að væntanlega tekur hana þá, sýnist mér. Hún hefur verið að taka bæði hotspinnur og aukaspinnur hjá liðinu. Fahima býður sér stutt. Nei, hún hleypur yfir hann, Unnbjörg og Katrín Ver. Þetta var skemmtileg útfærsla. Þetta er af æfingarsvæðinu.
Umbjörg markaskorari Víkings. Þessi bolti kemur út í tegin. Maren hreinsa frá. Þær eru ekki hættar. Freydís fær hann aftur. Stutt sending og fyrirgjöf en Anita nær þessu, kemur honum frá og þá geta þær sótt rætt. Þær eru 4 á móti 4 hérna, 5 á móti 4. Fanney fær hann, hún er að leysa þetta. Fanney reynir fyrirgjöf, fær hornspyrnu. Það var vænleg staða. Það er Maren Leósdóttir sem að býr sig undir að taka þessa hornspyrnu. Þessi bolti inn á Martein en Birta grípur þetta. Það er bara 2 móti 3. Fahima en Sandra pressar á hana. Og vel gert hjá Söndru. Rekur henni tilbaka, þá kemur slök fyrirgjöf, Birta reynsar þetta frá. Það er Rut tilbúin en Víkingur vinnur boltan, þetta er skemmtilega gert. Hér er Janet með boltan út á hægri, engin rangstaða. Þar er mark, það er varamaðurinn. Skorar hérna á nærstöngina Regína Sigurjónsdóttir, númer 5. Minka munin í 3-2 á 83. mínútu. Það voru að hleypa maður sem ekki inn í leikinn núna og það lá svolítið í loftinu. Stefnir í spennandi loka mínútur. Já. Voru búin að fá þarna 3 hornspyrnur í röð. Já. Það var leikmann nr. 5 Regína Sigurjónsdóttir sem skoraði mark Víking Ólafsvíkur. Það er bara á daginn núna. Það er ætla að selja sér dýrt. Þannig að fram á Rut. Það er núna pressaðir stíft Víkingarnir. Löng sending fram. Katrín er með þetta. Við fáum sjaldnast eitthvað svona afslappandi loka mínútur. Nei. Misskilningur þannig. Nú þurfum við að halda áfram að spila sem bolta, spila hann í fætur. Algjörlega. Það er hún fyrir þannig. Ekkert panik. Það er náttúrulega, það reynir á taugarnar að fá mark á sig svona seint og þú veist, vitandi að það er allt í járnum í raunni. Fanney klár, fulla ferð. Þessi full-löng fyrir hana. Já, vel gert hjá Fanney. Frábært barátta hjá Fanney. Smá misskilningur hérna en Fanney kemur aftur á verunöku. Maren inn á Fanney og þannig er Heiðrún klár á fjörstöng en Fanney er á lengi að þessu og Mari brýtur á sér. Já, þarna var góð staða sem að fór forgörðum en fín varnarvinna hjá Mari. 5 mínútur eftir, 3-2 fyrir Skagan. Skildu að ná að halda þetta út. Já, bara með ekki fara á taugum, halda áfram og þóra að spila á boltanum. En það er augljóst að það er meiri ógnun af henni Janet þarna númer 19. Eftir hún var færið frá miðuna, það er svona, þá er það tvær hérna mjög vel spilandi á miðunni. Hún hefur verið öflug núna í seinni hálfleik. Þá fær Skaginn aukaspyrnu við miðlínu.
Það er Anita sem tekur hana. Spurning hvort að Hulda fari. Nei, hún býður. Það er lítið minni áætt að teki núna. Kemur aukaspyrnan, Anita fram, það er Rut, fleitur honum inn fyrir, Heiðrún eldir, en Birta kemur út úr markinu og spyrnir svo beint fram hérna á Fahimu. En Sandra setur press á hana, rekur hann tilbaka, fínt hjá henni. Þarna er Freydís dæmd rangstæð. Það eru svona aðeins óöruggar í afturstu línu hjá okkur hvað rangstöðuna varðar. Skeftir. Já, þetta var tæft en boltinn svo sem á leiðin út á hotfana, þannig að þetta var hún átti eftir að gera þetta. Engin hætta þannig. Þannig að fær Heiðrún boltan út á vinstri, skrítin sending frá henni, langt fyrir aftan Rut. Og kemur Fahima með langar sendingu, Unnbjörg og Katrín vandanum vaxin. Veronika stingur. Fanney, þetta er erfitt. Og það var Maren í fínu hlaup upp í hornið fyrir aftan. Hún kemur Janet, hún er komin hérna, vinnur hotspyrnuna. Hefur verið valinn maður leiksins og það er leikmaður númer 32, Rut Þórðardóttir, og hún vinnur ullarteppi frá rammagerðinni. Já, Rut Þórðardóttir valinn maður leiksins. Já, ég held við getum alveg verið sammála með það val. Nei, 2 mörk og þar fyrir utan búin að vera mjög sterk og eiga góðan leik. Og Katrín hann er að fara í hana en ekki dæmt, en einn víkingarna liggur eftir Fahima en hún hristir það af sér. 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Kannski ágætt að taka það fram að ég ætla að freista þess að stökkva hérna niður á hliðalínu að leikloknum og ná tali af Helenu Ólafsdóttur þjálfara Skagamanna. Þannig að doki við. Katrín spyrnir fram, þar er Mari með vinnur skallaboltan, hún stingur svo langan fram, Katrín vel vakandi og kastar fram á Veroniku. Hún finnur Fanney aftur á Anitu, hún stingur, Maren eldir ekki rétt, nei, hann er að ná að skalla þetta frá og innkast og þá kemur gult spjald. Hittina við. Það er fyrir eitthvað sem gerðist þetta áðan. Mari Ás Heimisdóttir uppskar hérna gult spjald. Veit nú ekki alveg fyrir hvað svo sem en hann hafði eitthvað brot átt sér stað kannski fjær í boltanum. Veronika kastar hér fram upp í hornið á Fanneyju en þar vinnur Janet boltan. Freydís. Nú verðum við að halda skipulagi, sending upp í hornið en út fyrir. Já, byrjum við, nú er að skapast hér hætta. Maren, sendingin aðeins fyrir aftan. Það myndi létta mjög á okkur hérna að fá 1 mark í viðbót. Rut og hún reynir skot, þetta var auðvelt. Herðu, nú þarf að bakka. Má ekki gleyma sér að sóttu þarna á mörgum, 5. Anita vinnur þennan bolta. Heiðrún, þetta Rut og sér við Fanney hérna hægra megin. Já, hún róar þetta niður, venjulegu leiktími með liðin. Þetta er hættulegt spil þarna hjá þeim. Venjulega leiktími liðin. Katrín setur þennan út fyrir. Spurning hversu miklu bætt við. 1 mínútu sýnist mér.
að dómarinn hafi verið að gefa aðstoðdómarunum merki það nú ótrúlega lítið með við nokkra skiptingar og Já. Nú erum við fann að hanga hérna frá gluggan hjá okkur. Spennandi, loka mínútu. Veronika skallar þetta frá og Maren hreinsar þetta lengra en þar ekkert annað en Víkingar sem Hulda vinnur þennan Maren. Vel gert hjá Huldu. Nú að koma þessu framar á völlin, Heiðrún. Maren tekur á rás. Þetta aðeins svo mikið fyrir hana. Eða hvað? Vinnur boltan aftur, frábælega gert hjá Maren. Og út á Huldu og hún tekur skot í fyrsta og þar Fanney að fylgja á eftir en hún Birta ver. Það ekki hótt? Nei, hún hefur varið hann í Fanney og aftur fyrir sennilega virkilega vel varið á Birtu. Hún hefur heillað mig allavega í þessum leik. Já, öflugur markmaður. Ekki að saka hana þessi mörk sem að Skaginn hefur skorað. Meistarar markværsla hann áðan hjá henni í skallanum. Algjörlega. Og þetta var virkilega vel lokað hjá henni. Skaginn lítur auga þennan. Já, nei. Það ekki sammála. Þannig hann eitthvað skallan. Hulda hreinsar þetta fram. Og Rut pressar. Það verið að halda skipulagi. Hann eitthvað lætur þennan fara út fyrir. Og það innkast. Það ekkert að flýta sér núna. Skaginn á þetta innkast. Upp og sí. Freydís. Katrín á þennan alveg. Já. Má hann ekki gefa sér tíma núna. Dómarinn bara fara að flytta þetta af. Já, það við myndum alveg þykja. Kemur spyrnan. Bryndís reynir að skalla hann, næri honum ekki. Birta fylgir þessu nú bara aftur fyrir. Já, hlýtur að skila honum. Vel gert. Birta búin að vera og vörnin í rauninni þrátt fyrir þessi tvö mörk. Mér svona vörnin búin að vera öruggari í þessum leik heldur en ofta áður í sumar. Það var góða stjórn á framherjum Víkinga. Rut skalla þennan vel gert. Og þessi endar í innkasti. Þetta vinnur bara með okkur. Dómarinn hann að líta á klukkuna. Og Rut hreinsa þetta bara upp í hornið. Maren þar, fleitir hún áfram Fanney af stað og Heiðrún inn á vinstri megin og sem og Maren Leósdóttir. Og Maren skorar og tryggir Skagakonum sigur hér. Frábært upplaup. Virkilega vel spila hjá þeim. Það óvægt að segja, náttúrulega Víkingarnir voru fannir að setja mikið púður í sóknarleikin og þarna voru þær bara heila 4 á móti 2 eitthvað svoleiðis og Maren kláraði þetta með stæl. Virkilega gott fyrir Maren að fá loksins mark. Aftur skoraði þrennu í fyrsta leik sumarsins en hefur verið frekar þurrt síðan. Já, þetta bara gríðarlega mikilvægt fyrir stelpunar að bæða ná að skora 4 mörk. Og lítur nú allt út fyrir og þetta var bara síðasta spyrnaleiksins. Frábær sigur, loksins Skagakonur 4-2 gegn Víkingi Ólafsvík. Helga Sjöfn, ég þakka þér kærlega fyrir að vera hérna með okkur í kvöld. Þið sem eruð að horfa, ég ætla núna að taka góðan sprett hérna nýr á hliðlínu og reyna að ná inn í hana Helenu Ólafsdóttur í viðtal, hann ekki fara langt. Þangað til næst, annars bara við bara vonumst þess að sjá þig aftur, Helga, og mikið væri nú gaman að sjá þig í gulabúningnum aftur, bara svo ég segi það. Aldrei að vita. En dókið við.